það var alltaf, það var að byrja rally, bílarally og náttúrulega vildi maður gera líka með hjólum. Ég bara svo kíkti ég á þetta og merkti leiðina og svoleiðis og menn tóku þetta mjög alvarlega, sumir, aðrir tóku þetta ekki mjög alvarlega, alls ekki, mjög að segja. Og ég held að þetta að því sem best veit fyrsta reiðhjólarally svona skipulað á Íslandi. Og það var nýbúið að bóna gólfið, þannig að menn duttu svolítið. Það. Garðklippur meistarans Menachem Begin Rekan snirtir garðinn sinn
Nei. En þú hérna? Hvað skauta þín? Frábært rally! Ónýtt tón! Brakki á mér á leiðinni. Hvað er þú að segja? Þetta er rally líka. Já, gott, þetta er mjög gott rally. Það er samanlega. Níels, þú virðist vera með besta tíman hingað til. Hvernig líður þið við þá tilfinningu? Já, ég er vanur þessu. Já, ok, hvernig og hvað ertu svona að segja svona að hálflokum? Það er mjög erfitt og spennandi rally, erfitt að vita hver vann. Já, þú vinnur þetta örugglega það ekki? Hvað vilt þú segja um þetta mál? Ha? Já, ég er nú bara að segja að þetta var ágætt í þessu rall. Já, mjög gott, já. Já, Svein. Já, Svein Björn. Ekki var svona náður. Ég setja fram í fórumsöld. Já, líktu þig, Bói. Hvernig líst þér á framkvæmd þessa ralls? Sko, það er greinilegt að þeir þátttakendur sem voru fyrst, eða byrjuðu, voru númer 1 og 2. Þeir hafa svindlað gífurlega vegna þess að þetta er kolvitlaustími, sko, þetta getur bara ekki staðið. Það kemur málun ekkert við. En hérna, akkur á túnur lengi? Ég var mjög fljótur, stóðum við príði. Hvað varstu lengi? En sætið fór, sko, Já, ég skil. ég var 4:52 sekúndur, þakkaði þér. Já, þakka þér. Hvernig hjá okkur? Þetta er mjög vel, mjög vel. Allt í sófanum. Allt í sófanum. Þetta er mjög svona spennandi rally. Mjög spennandi, mjög spennandi. Hvað er svona skemmtlaður, Sveinbjörn? Það er svona náttúrulega svindla eftir rally. Hann er búinn að taka? Já, Bogi Þór, hann er tímanlega staðið sig best með það að hann er vanastur á beinum brautum. Já, já. Og við bíðum bara spenntir eftir snjórallíi. Og hérna, ég sem bara að segja það að þrátt fyrir slæmsku í vinstri fótleik þá stóð þessi með afburðum vel. Takk fyrir. Takk fyrir. Þér Ragnar? Ég gekk bara ágætlega. Já, ég ert ánægður með framkvæmd þessa ralls? Nei, ekki alveg. Hvað fannst þér að? Já, það voru ímsar gildur og þannig sem þú settar inn á. Já, hver heldur að hafa gert þetta? Þáttum við einhverja rökstuddarfulleringar? Það hefur sennilega verið Anna Kristiansen, enn einu sinni. Já, ég reikna með því að það hafi verið tvöruðar Anna Kristiansen, það er ekki allar börn, ekki meina þá. Jú. Já, takk fyrir. Ólafur, hvernig líst þér á framkvæmd þessa ralls? Já. Hei, það kom að keppandi! Ég var ekki að vera dauður, ég vil vera lifandi. Ich bin, du bist, wir sind, ihr seid. Ich bin, du bist, wir sind, ihr seid. Ég gæstu. Stundir Mamma mín, rithöfundur, vélritaði einu sinni skáldsögu á eyru mín.
ég fæ notið. Og það var meira hugmyndirnar á bak við þetta. Og hugmyndirnar þýddu það að þetta var alltaf gríðarlega sjálfstæð hljómsveit. Þetta var, ég held að við komum alveg á daginn að þetta var svona, Jói var alveg sér á báti. Þegar Fræflarnir voru með tónleika í Kópavogsbíói, fengu að vera með tónleika þar á laugardögum, alltaf eftir hádegi, þá buðu þeir alltaf öðrum böndum með. Og ég verð að segja, miðað við það hvað smekk Fræflarnir höfðu, þá voru þeir mjög opnir í því hvaða böndu þeir buðu með. Þeir voru ekkert kresnir á það. Og hópurinn sem kom þarna var náttúrulega fyrst og fremst litli pönkarar sem ætlaðu að koma til að hlusta á Fræflana. Og það er þekkt þetta þegar að Jóin kom þarna og var búinn að vera að djamma þarna í einhverja 10 mínútur. Og þá kemur rótari Fræflana, sem er núna safnstjóri Pönksafnsins, Guðmundur Þór Sigurðsson, og spyr allir þið ekki að fara að byrja? Þetta lýsir svona svolítið hvar Jói stóði í músík. Þetta var ekki alveg þannig að fólk væri að skilja þetta almennt. Það er bara málið. Ég hefði unnið ef það hefði ekki sprungið. Og ég stend við það ennþá. Það breytist ekkert.